Herðu, verið velkomin á fjarfundarerindi ASÍ. Ég heiti Eiríkur Þór Theódórsson, ég formaður ASÍ Jung og ég ætla að segja ykkur aðeins frá 5. þingi ASÍ Jung sem haldið var á Hótel Reykjavík Natura síðasta föstudag, 14. september. Og við vorum, ég ætla að færa þetta. Já, það var virkilega ánægjulegt hvað mættu margir á þingið. 41 fulltrúi mættu og það er fjölgun 10 fulltrúa síðan að síðasta þingi fyrir 2 árum. Mikill sameiningarkraftur var í fundamönnum og fulltrúar tilbúin til að greinilega til að leggja allt sitt á mörkum í vinnuna og hópavinnuna. Og það greinilega hjálpaði til að síðasta stjórn lagði til þess að ekkert hámark væri sett á aukafulltrúa stéttarfélaga og í stað væri þá aðeins hægt að fá að senda 1 aðalfulltrúa og 1 varafulltrúa. Gátu félögin sendis marga fulltrúa, það er að segja varafulltrúa treystu sér til, en það væri í rauninni aðeins 1 aðalfulltrúi sem var með atkvæðisrétt, en allir varafulltrúa gátu tekið þátt í vinnunni. Þó voru þó nokkuð mörg félög sem sendu enga fulltrúa frá sér, einnig þeirra frekar stór félög. Mikilvægt er að stéttarfélög virki ungt fólk í trúnaðarmannakerfinu og hafi þau í trúnaðarstörfum fyrir félögin til þess að halda breidd innan félagana og að raddir allra hópa heyrast í stefnumótun og vinnu. En á þinginu voru mjög fróðlegar umræður og þegar fyrirlestrar hafi verið lokið þá var hópavinnan mjög skemmtilegt. Við skiptum okkur í 5 hópa. En áður en ég kem frekar að því þá voru með 3 gesti, það er að segja þá Kristján Þór Snæbjarnarson, formaður Rafiðnaðarsambandsins, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Sólveig Önnu Jónsdóttir, formaður Eflingar. Þau fluttu erindi og tóku svo þátt í augnablik. Já, afsakið. Og tóku svo þátt í pallborði með 2 fulltrúum ASÍ Jung, það er að segja. Og ég var í pallborði ásamt Hafdísi Ernu Ásbjarnardóttur og miklar umræður sköpu varðandi stöðu ungs fólks á vinnumarkaði og ljóst að fulltrúum finnst að víða megi gera betur til að styrkja stöðu þessa hóps. Þegar pallborðs umræðum hafði lokið var sett fram í rauninni hópavinnan var sett fram og þegar var búið að skipta þingfulltrúum í 5 mismunandi hópa og áherslan var sett á hvað við, það er að segja ungt fólk, vildi sjá í næstkomandi kjarasamningum og er það frekar skemmtilegt að þingið er í rauninni haldið bara í þeirri rétt fyrir þessa vinnu eða nú þegar hefur vinna við kjarasamninga hafist svo að þetta passaði vel inn í tímasetningi passaði vel inn í þessa umræðu og mjög fróðlegar áttu sér stað og við hóparnir 5 lögðu áherslu á sömu stóru málin og í rauninni ritnefnd átti frekar auðvelt með að taka boltan og klára sameiginlega ályktun. Bara svo ég fari örstutt í gegnum hópavinnuna þá var mikið talað að persónuafsláttur væri hækkaður verulega sem nemur því að dekka það að lágmarkslaun séu skattfrjáls. Síðan var talað að stytta vinnuvikuna og mikið lagt
til að aðstoða ungt fólk að koma upp húsnæði þannig að það væri í raun að það væri þá öruggt húsnæði við hæfi fyrir ungt fólk. Síðan var nokkuð mikið rætt í hópavinnu að jafnvægi skyldi vera milli einkalífs og vinnu og atvinnurekendur borgi fyrir fjarvinnu. Þarna verið að tala í rauninu þessa snjallvæðingu og að þurfi að koma fram í næstkomandi kjarasamningur þetta bil á milli hvenær þú hættir í vinnunni, hvenær þú átt að svara tölvupósti eða vera með símann á vakt, þar að segja. En ályktunin okkar, hún sýnileg, hún búið að birta hana á heimasíðu ASÍ, það búið að senda hana á helstu fréttamiðla og á Facebook-síðu ASÍ Ung og kannski bara lesa hana upp í heild sinni. Það að þing ASÍ Ung ályktar nauðsyn þess að marka skýra stefnu í húsnæðismálum til þess að tryggja ungu fólki húsnæði við hæfi. ASÍ Ung telur það vera grundvallar atriði að allir hafi möguleika á öruggu búsetuformi sem hentar á viðráðanlegum kjörum. ASÍ Ung krefst þess að persónuafsláttur verði hækkaður þannig að lágmarkslaun verði skattlaus og ASÍ Ung krefst þess einnig að aldurstengd launamismunun verði afnumið með öllu enda hún klárt brot á mannréttindum. Jafnframt gerir ASÍ Ung kröfu að ungt fólk eigi sæti við samningaborðið til þess að tryggja hagsmuni þess. ASÍ Ung leggur ríka áherslu á að vinnueftirlit verði aukið og viðurlög vegna brota á vinnustað verði hert. Þing ASÍ Ung leggur áherslu á jafnvægi milli einkalífs og vinnu, brúa þó bil milli fæðingarorlofs og leikskóla og auka orlofsrétt vegna vetrarfrí í skólum. Og þetta var mikið samhljómur í þessari ályktun og í þeim niðurstöðum hópa sem að ritnefnd fór yfir. Ég var kosin í ritnefnd. Og síðan eftir hádegi var þegar hópavinna var búin og ályktunin komin fram, þá var kosið í stjórn og mjög ánægjulegt að það voru 5 stjórnarmeðlimir í síðustu stjórn sem kosnir voru áfram í núverandi stjórn og það styrkir virkilega stjórnina og varastjórnina og stjórnin endurspeglar vel allt landið, kynjahlutfallið mjög gott og mikið af fólki sem ætlar að leggja sitt að mörkum og við hittust strax eftir þingið og ræddum stuttlega saman og fyrsti fundur aðalstjórnar og varastjórnar, við boðum alltaf varastjórn með á alla fundi, mun vera núna á miðvikudag, það eftir miðstjórnarfund kvöldið, það miðvikudagskvöld næstkomandi. Og þar mun stjórn skipta með sér verkum, fara yfir næstu verkefni og þar verður síðan farið yfir þær breytingar sem að fyrri stjórn ályktaði eða hafði talað fyrir þingið og mögulega breyting á fundarformi eða þessu fundarformi sem hefur verið frekar gagnrýnt núna af síðustu stjórn. Ég fór yfir skýrslu stjórnar á þinginu og svona í örstuttu samantekt hana það að við vorum með sama fjölda fulltrúa, það 9 aðalfulltrúa og 5 varafulltrúa. Það áttu sér breytingar eftir 1 ár, þá var formaður sem var kosin var í byrjun strax eftir síðasta þing, hún
rauninni steytt til hliðar. Ég tók síðan við þá sem formaður og lögðu þá til að við myndum þá skipta með okkur verkefni stjórn og skipta með okkur þá því að fara á fundi miðstjórnar sem eitt af verkefni stjórnar. Og ég fór aðeins yfir það eins og til dæmis SWOT-greininguna sem að síðasta stjórn gerði. Þá fórum við ítarlega hvert hlutverk ASÍ Ung væri, hver framtíðar möguleikar og hvaða breytingar við þyrftum að fara í til þess að halda starfinu í gangi og þar og það rauninni þessi verkefnalisti og þessi SWOT-greining virkilega gott innlegg í næstu stjórn eða það sé að núverandi stjórn. Og svona, það kannski ekki, ætla ekki að fara mikið meira í það nema að það er mikið af efni sem að síðasta stjórn vann sem að mun hjálpa þessari vinnu sem að við ætlum að fara í fljótlega. Það að segja að endurskilgreina okkar hlutverk og svona hvernig við viljum koma okkar málefnum á framfæri. Þá eins og til dæmis með fleiri minni málstofum og málþingum. En já, eins og ég segi, þá var ný stjórn kosin. Hana má sjá á heimasíðu og Facebook-síðunni okkar. Heimasíðu ASÍ þar að segja. Þetta eru 9 aðalfulltrúar og 5 varafulltrúar. Aðeins svona kannski það síðasta sem frá þinginu sem ég myndi vilja segja frá að það var virkilega ánægjulegt hvað voru mikið af ungu fulltrúum. Ég sjálfur 28 ára, það var sem maður sá, það var mikið af fólki tvítugt og gaman að vera að vita meðaltalið á fundinum. Og þegar við höfðum lokið við þetta, þá var önnur ályktun send inn í önnur mál og ég kannski les hana upp. Hún hefur ekki verið birt að þessu ég viti, en hún mun koma til skoðunar í miðstjórn næsta miðvikudag, en sú ályktun að 5. þings ASÍ Ung, ég les hana hér, að fulltrúi ASÍ Ung hafa atkvæðisrétt á fundum miðstjórnar ASÍ að fordæma ítök og formaður ASÍ Ung sé í 100% starfsstöðu innan Alþýðusambandsins. Við skorum á þing ASÍ að hún taki þessa ályktun til skoðunar. Í dag fulltrúi ASÍ Ung í miðstjórn, hann hefur málfrelsi og tillögurétt en engan atkvæðisrétt. Og staðan í dag með formann ASÍ Ung, þá þetta allt gert í sjálfboðaliða starfi, stjórnuninni. Ef hann hittist eins og í Guðrúnartúni þá borga vinnutap og aksturinn greiddur, en í raun og allir þessi fulltrúar, þessir 14 fulltrúar vinna í sjálfboða vinnu og margir hverjir eru nú þegar í stjórn eða starfsmenn stéttarfélaga, en flestir eru annaðhvort í skóla eða bara á almennum vinnumarkaði.